ef við tökum bara einhvern eins og Jesú, þá erum við með einhvern boðskap, svo erum við með trúabrögð og svo erum við með trúastofnanir. Það sem ég held að fólk hafi mest á móti þessu eru trúastofnanirnar. Aftur, þegar að einhverjir fara að telja sig vera útsendara Jesú og Guðs og þeir fara að hafa völd, þá byrja vandræðin. Trúabrögðin geta síðan líka verið eitthvað skökk, en grunnboðskapurinn er góður. Og ástæðan fyrir að nefna þetta, ég hef fótt tilfinninguna einhvers staðar í gegnum mannkynssöguna hafi verið, hvort sem það er Abraham Lincoln eða George Washington eða eitthvað, hafi verið einhverjir sem raunverulega voru allt í einu komnir í það hlutverk að stýra einhverju risastóru landi. Fyrsta lagi bestu leiðtogarnir voru yfirleitt þeir sem þurftu að draga í það hlutverk. Þeir voru ekki, já, kjósiði mig, ég er frábær í þetta. Það þurfti að draga á þangað. Af því þeir eru nógu auðmjúkur til að skilja að kannski eru þeir ekkert endilega frábærir í þessu. Og þeir eiga einhvers konar samband við hvort sem þetta kalla bara djúpa samvisku eða aðri mátt sem þýðir að ákvarðan að taka þeim gengur út á hvað er best fyrir fólkið, ekki hvar fæ ég mest klapp á bakið. Og ég held að í nútíma umhverfi með samfélagsmiðla, þú þarft að kafa rosalega djúpt sem einstaklingur til þess að segjum sem svo að þú væri núna að stýra Íslandi og þú tækir eitthvað ákvörðun sem þú bara vissir djúpt í hjartaðinu. Þetta er best fyrir fólkið, en þetta mun þýða að ég verð ekki kosin aftur. Ég mun geta þegar ég er orðin eldri, klappa mér á brjóstið og sagt, þetta var frábær ákvörðun. Þetta var frábær ákvörðun og ég fer í gröfina vitandi að ég gerði rétt. En hversu mikil er freistnin að fara í hina áttina? Það er svo mannlegt, skilur. Og ég held að ákvarðan að taka þessuna þegar að samfélagsmiðlarnir fóru að fara upp, vókdótið fer að vera meira, þá falla allir stjórnmálamenn í þess að vókgildru út af því að freistnin er bara öll þangað. Ég fæ klapp á bakið fyrir það. Hitt getur kostað mig tímabundið eitthvað mjög neikvætt og vont, þó það sé réttara, skilur.